Skoska verkið. Macbeth er eitt af allra frægustu verkum Shakespeares. Það er talið færa ógæfu og enginn má nefna nafn þess í leikhúsi án þess að illt hljótist af, nema þegar menn eru að nota nafnið í sýningunni sjálfri. Verði mönnum það á þurfa menn að framkvæma nákvæma athöfn til að aflétta ógæfunni sem meðal annars felur í sér að menn yfirgefi salinn, snúi sér í hringi og geru eitt og annað smálegt áður en þeir komi inn aftur. Það er til margar sögur af ógæfu þeirra sem sett hafa upp leikritið allt frá fyrstu dögum og ef marka má þær allar er mest að furða að nógu margir leikarar hafi lifað af til að halda geiranum á lífi. Macbeth. Leikritið gerist í fyrndinni í Skotlandi þar sem situr að völdum aldraður konungur Duncan að nafni. Synir hans heita Malcolm og Donalbain. Hann á í nokkrum vandræðum því norskir víkingar höfðu ráðist á Skotland og þegar sagan hefst er Noregskonungur sjálfur mættur með mikinn her til að herja á ríki Duncans. Skotland skiptist upp í nokkur fylki og fyrir hverju fylki fór höfðingi sem kallaður var þjónn. Einn þjónninn, MacDonald, að nafni, sem hafði verið ófriðlegur konungi, ákveður að ganga í lið með norska kónginum. Til allrar hamingju fyrir Duncan á hann tryggari þjána að. Þeirra á meðal voru þeir Macbeth og Banquo, sem enduðu á að sigra Noregskonung. Macbeth er hraustur og snjall og í miklu metum hjá konungi, en hann er æði metnaðargjarn og konans er hreinlega valdasjúk. Nú gerist það að Macbeth og Banquo lenda í ægilegri þoku á leið heim úr bardaganum við Noregskonung og mæta í myrkustu þokunni 3 nornum sem brugga illa lyktandi seið. Nornirnar ávarpa þá og segja að Macbeth verði kóngur en Banquo ekki. Banquo verði samt faðir konunga. Macbeth bregst illa við og ákveður að taka ekki mark á svona vitleysu. Skömmu seinna mæta þeir 2 öðrum þjánum sem segja að Macbeth eigi að koma til fundar við konung sem vilji þakka honum fyrir frábæra þjónustu og veit honum heiður. MacDonald þján hafði verið dæmdur til dauða fyrir svik og nú á Macbeth að taka við fylkjans og verða þjánn á kögðum þar sem MacDonald hafði ríkt. Macbeth er tvístígandi því nornirnar höfðu einmitt kallað hann kagðaþján. Nú fer hann að hugsa hvort það sé virkilega þannig að hann verði sjálfur kóngur. Banquo og Macbeth koma til konungs sem er ægilega þakklátur og vill allt fyrir þá gera. En þegar hann lýsir því yfir að hann sé búinn að ákveða eftirmaður sinn á konungstóli verði Malcolm, sonur hans, kvikna hugsanir í kollinum á Macbeth sem hann losnar ekki auðveldlega við. Konungur heldur áfram og segir að hann langi til að heiðra Macbeth með því að koma í heimsókn til hans og gista í kastala hans. Macbeth segir það mikinn heiður og þakkar fyrir. Hann skrifar síðan konu sinni bréf til að búa hann undir heimsóknina og lætur fylgja með frásögn af þokunni, nornunum og spádóminum. Lafði Macbeth ræður sér varla fyrir kæti og er í huganum eiginlega orðin drottning löngu áður en Macbeth kemur heim. En hún óttast það eitt að Macbeth sé ekki nógu kjarkaður til að drepa Duncan því það sé eina leiðin að hásætinu. Hún ákveður að ef á þurfi að halda muni hún taka málið í sínar hendur. Macbeth flýtir sér til að vera komin heim aðeins á undan konungi. Konan hans fagnar honum innilega og hrósar honum fyrir að vera orðinn 2-faldur þjónn og bráðum miklu meira. Hann bendir á að konungur sé væntanlegur á hverri stundu og muni bara gista eina nótt og fara svo. Hún verður myrk á svip og segir: Aldrei mun sá morgun renna að Duncan hverfi brott héðan lifandi. Hún eggjar mann sinn mikið og segir hægt að eitra fyrir þjónum kongs og láta svo virðast sem þeir hafi fram í morðið. Macbeth mótmælir engu en vill ekki ræða þetta frekar í bili.